Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og velkomin aftur að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er ákveðin frumkvöld, stofnandi Dýrfinnu, Sandra Ósk Jóhannsdóttir. Vertu velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Dýrfinna, hvað í ósköpunum er það? Við höfum nú einhvern tímann fengið Dýrfinnu starfsfólk hingað eða svona sjálfboðaliða að borðinu en fyrir þau sem ekki vita þá eru Dýrfinna samtök? Já, við erum sjálfboðalega samtök sem að í raun aðstoða eigendur að leita að týndum gæludýrum en við erum auðvitað líka í raun að skanna til dæmis ketti eða hunda sem að finnast eftir örmerki og í raun þá saman dýrin við eigendur sína. Og það er rosalega mikið að gera hjá ykkur. Það er brjála álag sko. Við fáum fyrirspurnir hvort það sé hægt að koma að skanna eða hundur finnst, köttur finnst, bara á hverjum degi, margar fyrirspurnir á dag. Já, og hvernig, nú ertu upptekin kona, ég veit þú ert að ljúka mastersnámi og hvernig bara finnið þið tíma í deginum til þess að sinna öllum þessum týndu dýrum og hvers vegna eru öll þessi dýr týnd? Ég meina það er svo margt sem að veldu því að dýr týnist, stundum er það bara í raun oft er það bara algjör slysni, það er kannski krakkar að opna hurðarnar og dýrin sérstaklega hundar, þeir bara sleppa út og fara í frelsið og alltaf gaman sko. Átti einu sinni boxerhund sem kunna opna útidyrahurðina. Það er furðulega algengt, það er það. Ég veit ekki hversu oft við fengið hundar sem að finnast, ég eða einhverjir fleiri við ringjum með eiganda, já nei, hann er bara heima, ég er í vinnunni. Einmitt. Við bara, nei, hann er enda hjá mér. Þá hefur hann bara einhvern veginn á að sleppa út. Við höfum heyrtið allt. Þeir opna hurðar, þeir stökkva gegnum glugga. Það er bara allt sem gerist, sko. Það er ekki hægt að halda því fram að þeir bara ger ekki neitt, sko. Nei, en það mæðir á sjálfboðaliðum, það er rosalega mikið að gera. Ég veit að það er allt fullt á Kattholti og það er mikið af gæludýrum á vergangi. Og ég sá í viðtali á Vísi að þú talaðir einmitt að lögum gæludýrahaldi í fjölbýlishúsum gæti þið meðal annars verið einhver breyta þarna. Já, við erum búin að sjá bara gríðalegt magn bara seinustu ár, finnst mér, að fólk er að auglýsa dýri sín út frá breyttum heimilisaðstæðum og þá er það oftast vegna þess að það er að flytja í annað leiguhúsnæði sem að leyfir ekki gæludýr. Og mér finnst búið að vera svolítið svona einhliða frásögn í gangi varðandi þetta frumvarp, þannig að fólk sé ekki kannski búið að kynna sér það aðeins af því að mér finnst vera svolítið misskilingur í gangi út frá hverju frumvarpinu hvað það snýst og ég held að það sé svolítið þannig að fólk heldur að húsfélagin bara fá engin völd þegar að þetta nýja frumvarp myndi fara í gegn sem auðvitað bara alls ekki satt. Húsfélag munu ennþá geta sett fram reglur ef að dýr veldur ama eins og til dæmis ánami, þannig að það er í raun ekkert mikið sem að breytast fyrir utan það að dýrahald verður í raun ekki lengur í höndum 2/3 af íbúðana. Það er í raun eina breytingin. Já, þetta svona opnar aðeins möguleikana. Þetta opnar möguleikana, en þetta hins vegar hindrar ekki það að dýrahald verði bannað. Nei. Það finnst mér mikilvægt í umræðin að fólk viti það að það eru ennþá völd hjá húsfélagunum ef að dýr veldur amma. Það er búið að gleymast í umræðinni. Já, ég meina þau sem ekki vita þá eru þetta svona stigagöngum og húsfélögum eru sjálfveld sett hvaða lög þau setja innan sinn stigagang sko, með 90% atkvæða. Algjörlega, en núna það er verið að breyta þessu þannig að þú þarft í raun, þetta er ekki lengur háð samþykki, núna á í raun gæludýraréttur að vera sjálfsagður réttur en auðvitað út frá hnitmiðum reglum sem hægt er að setja eins lengi það er gert á staðreyndum ekki sem einhverjum ótta eða misskilingi. Þannig að mér finnst þetta vera mjög mikilvægt sem að þarf að koma fram í umræðinni varðandi þetta frumvarp og þetta frumvarp myndi gríðarlega
hjálpa dýraverndarsamfélögum og dýraverndarfélögum. Það er engin spurning með það. Men þú segir, þú svona greinir ákveðna aukningu í dýrum á vergangi og það auðvitað, og eins og þú segir, helst í hendur kannski við mikla sviptingar á leigumörkuðum og svona húsnæðis óöryggi. En hvernig, já, ég meina, hvernig, er bara svona dagur í lífi sjálfboðaliða hjá dýrfinnu? Hann auðvitað mismunandi, það eru mismunandi útköll, og mismunandi mál, það aldrei sama málið nema kannski maður sé að kljást við eitthvað svona síbróta hund sem maður kannski sleppur svolítið oft út. Já. En við höfum alveg verið að fá sem sagt ábendingar það að það sé verið að skilja ketti eftir úti, jafnvel stundum inni. Við erum svolítið mikið að vinna með þau mál bara út frá að fólk kannski finnst eins og að úrræðin sé ekki alveg til staðar með til dæmis Matvælastofnun eða lögreglu. Þannig að það leitar alveg oft til okkar þegar kannski dýraníð að ræða eða vanrækslu. Við höfum kannski ekkert völdin í höndunum, við erum ekki löggjafavaldar, við erum ekki lögreglan og við erum ekki Matvælastofnun sem hefur völd til að vörslusvipta eða veita einhverja sektir. En við reynum okkar allra besta að aðstoða þegar við vitum að það er dýr í neyð, þá er okkur ekki sama. Við reynum okkar allra besta að aðstoða og í flestum tilvikum þá höfum við alveg náð að aðstoða fólk þegar það kemur að dýrum sem hafa verið skilin eftir eða þá sérstaklega þá inni í íbúðum. Þannig að það er svolítið mikil barátta sem að fer fram þar í gegn, sko. Þegar þú segir dýr sem hafa verið skilin eftir svona inni í íbúðum, er það þá bara fólk sem er að flytja út úr leiguíbúð og í rauninni skilur eftir köttin sinn eða? Meðal annars. Já. Það eru alveg margar ástæður fyrir því, en það er ein ástæðan, já. Og við höfum alveg fengið ykkur ábendingar það og höfum sem sagt verið að beita okkur í þeim málum. En já, þetta er bara svolítið mismunandi verkefni sem að koma á okkar borð. Við höfum alveg fengið tilkynningar lunda sem að fannst í Mosó bak við einhverja ruslatunnu eða eitthvað álíka og það voru þá tvær frá okkur, Eygló og Anna sem að fóru og veittu lundan og daginn eftir þá var hann sleppt út að sjó. Já, ok. Við svona reynum að segja, já, við erum bara gæludýr en við fáum samt svona beiðnir alls konar og svo fengum við beiðnir gára einu sinni og við vorum í 4 dagar innan á honum og gerðum eitthvað sjálfkrafa svona fellibúr sem var í raun ekki fellibúr, við vorum með búr á trégrein svo þannig loksins flögin, þá vorum við spotta lengst í burtu og íttum og þá lókaðist búrið. Þannig að þetta er alveg mismunandi verkefni. Og þetta er ekki smá vinna þetta hann að baki og vinna sjálfboðaliðans er náttúrulega oft alveg í 100% á móti venjulegri vinnu eða svona hefðbundinni vinnu. Algjörlega. Við erum þetta, ég held að við séum einu kannski sjálfboðaliða samtökin þegar kemur að dýrum sem eru með síma tengdan við heimasíðin okkar og Facebook síðan okkar. Þannig við erum að fá líka símtöl allan sólarhringinn, eins og þú kannski veist, þá þú hringdir einu sinni í okkur. Já, þess vegna vissi ég að þið væruð til. Ég er nefnilega fann hund fyrir utan kaffibarinu miðanótt. Algjörlega. Og hann var sem betur fyrir skilaði svo til eiganda morgunin, eða svona eitthvað tíman eftir hádegi, daginn eftir kannski. Já, ég man eftir þessu og ég var sofandi, klukkan var 4 nóttina og ég fann alltaf inn eitthvað titring og ég held að það var búin að hringja alveg kannski 3 svar. Þegar ég loksins vakna og ég bara, guð, það er eitthvað að gerast. Og ég svara símanum, ég bara, halló, dýrfélag. Og þá akkurat þú hinnum endan á línunum bara, hæ, heyrðu, ég fann hund í miðbæ Reykjavíkur. Ég bara, ha? Miðnótt. Miðnótt. En ég kom. Þú komst einmitt. Ég kom og við rúntum dágóðan tíma, þangað til ég tók hann heim og svo þarna. Já, hann var bara á chillinu heima hjá mér í einhverja 2-3 tíma og svo hringdi ég í dýraþjónustuna og dýraþjónustuna kom að sækja og þetta er svona færiband að vinna alveg oft, sko. En hvernig, eru dýr ekkert hættuleg þegar þið eruð að nálgast þau? Lendið þið eitthvað tímann í því að slasa ykkur eða? Já, það er alveg oft sérstaklega með ketti.
ef það eru hrættir kettir. Ég persónulega sem betur fyrir ekki lendi í því, en það eru nokkur hörkutól í hópnum sem að hræðast einskis og bara taka kettina eða hundana og fá bit, og það hafa verið alveg kannski nokkra ferðir á bráðamóttökuna út frá alvarlegum bitum. Já, hérna. En þetta einmitt eins og við vorum að tala að líf sjálfboðaliðana, það svona margslungið í rauninni og það mikið álag sem þessu fylgir. Þú ákast að taka fyrir í þínu mastersnámi, í þínu lokaverkefni, álag sem fylgir því að vera sjálfboðaliði. Já, ég satt í námi í Englandi, í London, í réttasálfræði, og ég ákvað að bara út frá minni eigin reynslu, ég veit af eigin reynslu hversu mikið álag það allan sólarhringinn, því þó það kannski ekki fólk að tala við mann eða að hafa samband við mann, þá bara allan tíman í kollinum á manni. Ætli þessi fara að finnast? Hvar þessi? Ætli þessi sé á lífi? Ætli þessi sé dáin? Þetta stanslaust einhver barátta í hausnum á manni. Maður vill auðvitað alltaf gera sitt besta, maður vill að dýr finnist. Það tekur alveg gríðarlega á mann þegar dýr finnast ekki, og ennþá daginn í dag þá eru dýr sem að týndust fyrir kannski 4 árum þegar ég byrjaði í þessu starfi, og ég hugsa þau daglega, hvar þau geta verið. Þannig að ég ákvað að taka bara fyrir þetta verkefni, og ég að fara að kanna sálfræðileg áhrif á sjálfboðaliða sem áreitni hefur. Þannig ég í raun að fara að kanna hverjir gerendur eru og hvers konar áreitni það sé, og hversu mikið í raun magn af áreiti. Og það þá, og hvert áreitið þá, hvort það símleiðis eða á internetinu? Já, það bæði akkurat bara undir þá 4 augu eða þá á netinu. Ég hef til dæmis alveg þurft að þola gagnrýni á netinu sem að kannski á ekki alveg rétt á sér, eins og það verið að tala kannski útlitið mitt, sem bara á ekkert rétt á sér. Ég bara að reyna að gera samfélagið að betri stað. Það hefur ekkert með útlitið mitt að gera hvað ég að gera. Þannig að ég veit svona af fyrstu kynnum hversu mikið áreitni getur í raun haft á andlega líðan. Þannig að mér finnst verðugt að kanna þetta betur og sjá í raun bara líka hvort það sé ykkur kynjamunur. Mér finnst það mjög áhugavert. Þannig að þetta eitthvað sem þarf í raun að ræða. Og ertu þá að skoða sérstaklega þá svona sjálfboðaliða, ég meina, nú ert þú mjög frægur sjálfboðaliði. Ég get nefnt sem dæmi Semu Erlu sem annan frægan sjálfboðaliða, og þar framöndu göttunum, þið eru svona frægar konur í ykkar fagi. Já. Þetta með þessari frægð sem í raun ekki kannski frægð, ég myndi segja að þetta væri kannski freka bara að fólk sér hvað maður að gera, maður að veita athygli, maður ekki að leitast eftir þessu, en þetta bara fylgir kannski starfinu sem maður að taka að sér, en það fylgir gríðalegt áreiti, það fylgir svolítið svona persónuleg gagnrýni. Það ekki bara að vera að gagnrýna kannski starfið mitt, það er að vera að gagnrýna mig og mína persónu. Ég kannski kom með einhverja athugasemdum og mér langa að banna flugelda því að það eru dýr að deyja. Það eru dýr að týnast og þau eru að finnast annarkvort dáin eða ekki að finnast, og ég fekk bara hólskeplega af gagnrýni á minn hlut, sem að mér finnst þetta ekki eiga rétt á sér, en þetta samt eitthvað sem maður þarf kannski að hafa í huga þegar maður í eitthvað svona sjálfboðaliða starfi og maður kannski þekktur fyrir sitt. Maður þarf að hafa alveg þykkan skráp á húðina, að maður verður að taka gagnrýninu og maður bara áfram gakk. Það ekkert að fara að stoppa mig að gera það sem ég geri, og það ekkert að fara að stoppa mína skoðun á því að mér finnst eins og að flugeldar ætti að vera bannaðir. Það ekkert að fara að stoppa neitt hjá mér. Nei. Og það enginn að fara að breyta þinni skoðun þar á með einmitt einhverju svona bara svona ómaklegri gagnrýni á internetinu eða algjörlega þessi nettröll eins og maður kannski kallar þau, en ég held bara ef að fólk myndi taka 1 dag bara í mínu lífi og í mínu skrefum þar sem maður myndi sjá það sem ég hef upplifað og séð og heyrt, þá kannski myndi það skipta skoðun. Þetta tekur gríðarlega sálina. Að vita til þess að það eru dýr sem að týnast eða finnast ekki, og að þurfa að tala við eigendur, það gríðarlega erfitt.
þetta er fjölskyldumeðlimur, gleymum því ekki. Afsakið. Nei, allt er góð. Já, þetta er margslungið, en er einhver sérstök ástæða fyrir því að þú fórst í svona dýravelferð frekar en eitthvað annað? Sko, þetta var eiginlega bara pínu tilviljun en samt ekki. Ég hef alltaf verið mikill dýravinur, sérstaklega gríðarleg hundamanniska og ég bjó á Grundarfirði þegar ég var lítil og ég flutti í bæinn þegar ég var 16 ára til að fara í MR og þegar ég byrja að búa hérna í bænum þá kannski líður smá tími og maður byrjar okkar hinum og þessum Facebook síðum eins og allir gera, þessi Facebook-hópar gríðarlega margir og þegar ég sé auglýsingu af týndum hundi þetta var held ég þetta var 2020 þannig ég var orðin 20 held ég Já. og þetta var bara hinum megin við mig, þetta var þá í Úlfarsdalnum og ég var í Helgafellskverfinu það er bara hinum megin við fjallið í raun þetta var fyrsta sinn sem að ég sé auglýsingu af týndum hundi ég bara var ekkert inn í þessum hópum og ég sé þetta og ég bara guð minn góður ég verð að fara að leita það er ekki hægt að hafa týndan hund þannig að réttlætiskenndi mín held ég bara svona dreif mig áfram þannig ég fór í þessa leit og það eiginlega bara svona vatt upp á sig við vorum nokkra sem voru alltaf að mæta í þessar leitir og við byrjuðum að tala saman og við hugsaðum bara af hverju ekki gera eitthvað úr þessu. Það er klárt að það þarf á Íslandi einhverja hundabjörgunarsveit. Það er klárt mál, það er mikið að hundum greinilega að týnast og eru kannski ekki að finnast. Þannig að það þarf eitthvað að taka þetta á sig að halda utan skipulagi þetta var, þú veist, þegar áður en að við byrjum þá sé ég í þessum leitum að þetta var allt svona á einhverju Facebook kommentaspjalli, skilurðu, það var bara eitthvað einn að kommenta, er hann fundinn, er eitthvað að frétta, en það var ekkert skipulagi kringum þetta. Ekkert samtal, ekkert skipulag, þannig að þegar þetta byrjaði að vinda upp á sig að þá ákveðum við bara að taka málinu í hendur. Við sem sagt fórum í samstarf við Guðfinnu sem er í raun stofnandi Dýrfinnu sem er í raun sem sagt bara félagasamtökin. Við í raun stofnum þessa hundasveit sem var saminast við Dýrfinnu og saman í dag þá erum við bara Dýrfinna. Og þetta er alveg búið að stækka mikið upp á það að við erum ekki bara lengur að skipuleggja leitar að týndum hundum, við erum að taka þátt í alls konar verkefnum eins og til dæmis dýrabjörgunin í Grindavík. Það var gríðarlegt skipulag og barátta sem að fór í það. Það var ekkert bara við að fara inn í bæinn að bjarga dýrum. Það var gríðarleg vinna sem að fór á bakvið þessa björgun. Það að fá tugi símtala frá fólki sem að var að biðla að við myndum fara þarna inn, bara kötturinn minn er eftir, ég leitaði þangað til að mér var skipað að rýma. Það er svo margt sem að við gerðum þarna bak við tjöldin sem að fólk veit ekki einu svona af. Og þetta, hvernig hafa stjórnvöld svona tekið í ykkar starfsemi? Hafið þið, ég meina, þið eruð ekki á fjárlögum, þið eruð sjálfboðaliða samtök og þið takið við styrkjum bara frá einstaklingum. Já, sko þetta er kannski tiltölulega nýtt félag. Við vorum stofnuð 2020 í raun, þannig að við erum á 5. árinu og bara út frá þessum stutta tíma þá erum við búin að gera ótrúlega margt og bara með deginum finnst mér í raun lögregla og yfirvöld vera að taka okkur meira og meira alvarlega og sérstaklega út frá þessum björgunar aðgerðum. Ég held að það hafi alveg sett svolítið svona fótspor á söguna skiluru að það einhvern veginn var það var svolítið svona mikilvægt skref í að yfirvöld tæki okkur alvarlega og sáu að við gátum þetta. Við gátum skipulagt þessar aðgerðir sem bara einhver óreindir sjálfboðaliðar. Þú veist, og það var gríðilegt skref að fá öll þessi dýravelferðarsamtök með okkur í þetta. Þetta var svo mikil samvinna á milli margra dýraverndarfélaga. Við vorum 14 eða ég veit ekki eins og hvað við vorum mörg sem að svafi kannski af þessum 3 dögum þá sama kannski 4 tíma.
maður var farin á stað 7 morgunin og farin 11-12 kvöldi, stundum 1 í þessa daga sem að þessi rýming var í gangi og óvissan var í gangi hvort að fólk mætti fara inn í bæinn og reyna að bjarga dýrunum. Þannig að ég held að það hafa alveg klárlega sett svona pínu. Já, svona markað ykkar spor. Það markaði alveg okkar spor í að fólk myndi kannski taka okkur alvara. Alvarlega. Þetta væri ekki, þetta er bara eitthvað svona ætru bara þannig einhverja konur að eldast við einhver dýr, einhverja kolpa einhverja kattakonur. Já, einhverja kattakonur, akkurat. Þarna var alveg akkurat svona, já, þetta eru konur sem kannski vita sitt. Og leggja svona ýmislegt á sig svona í þágu gældyra og fyrir fólk og almenning í landinu. Algjörlega, og þú veist, þegar við fórum hana inn, það var ekkert vita hvað myndi gerast. Nei, og þeir raunin að setja ykkur sjálfur í hættu. Ég var auðvitað bara búin að setja mig það að þegar ég fór hana inn, að ég var alveg búin að setja mig það að komast ekkert aftur út. Já. Ég var alveg viðbúin því að ég væri að helga mínu lífi í að bjarga dýrunum í Grindavík. Það er auðvitað gríðarlega stór biti til að kyngja, en á þeim tímapunkti og þegar maður hugsaði tilbaka þá var maður bara, hvað? Gerður þetta í alvörunni? Já. Varstu bara í alvörunni að fara inn í einhverju sprungu bæ sem að geta gosa á hverju stundu? Já, þarna bara í augnablikinu þá var maður bara, skiptir engu máli hvað gerist eins lengi og ég get bjarga dýri. Hvað er skrýtnasta, svona furðulegasta beiðni sem þú hefur fengið? Furðulegasta beiðni sem ég hef fengið? Það er svona mest framandi dýrið kannski. Ætli að hafa ekki verið þegar við fengum beininum froska, held að hafi verið í Garðabæ. Svo hefur líka fengið held ég tilkynningu skjaldböku sem að fannst, eða hvort það hafi verið krabbi. Það er svo mikið eitthvað svona algjöru. Og maður er búin að vera í þessu í næstu 5 ár og maður bara, það er svo mikið af einhverju sem maður kannski bara gleymist núna, en það er búið að vera mikið af fyndnum beiðinum líka. Þannig að þetta er ekki allt eitthvað alvara og harka. Þetta er líka þetta er mjög gefandi starf og maður er að vinna með skemmtilegum hópi og þetta er bara, þetta er alveg gaman og gefandi sérstaklega. En fyrir fólk sem vill nálgast ykkur, hvar er hægt að finna ykkur? Þið eru alltaf á Facebook eins og þú sagðir? Já, við erum á Facebook á Dýrfinna, svo erum við með heimasíðu, bara dyrfinna.is. Við erum það líka á TikTok og Instagram. Ég held að það sé hundasveitin.dyrfinna. Við erum á svona flestum samfélagsmiðlum. Við erum líka á X-inu þó við höfum kannski ekki alveg verið virkar það núna. Og þið takið við styrkjum og öllum framlögum, bara fegins hendi? Já, með þessum framlögum þá hefur við verið að, sem sagt, kaupa alls konar búnað. Við náðum fyrir hvort það var 1,5 ári eða eitthvað svoleiðis, þá náðum við svo loksins að kaupa hitadróna og með honum þá var það held ég fyrir 2 eða 3 dögum sem að það var boxertík sem að týnist og hún var týnd í 3 daga þangað til að drónin okkar sem sagt nam hana og við náðum að finna hana með hitadrónanum sem er gríðarlega gott að sem sagt búnaðurinn okkar sé í alvörinu að skipta sköpum. Það er gríðarlega gott að vita því. Þannig við vorum alveg í einhver ár að safna okkur fyrir þessum hitadróna. Þeir eru gríðarlega dýrir. En svo erum við þetta líka með hitasjónuga, við erum með alls konar fellibúr, hólumyndavélar, bara alveg björgunarsveit. Já, og við erum alltaf að reyna að bæta við Korpasveit. Já, allavega í gær, eða fyrradag. Þá vorum við korpasveit. Já, þetta er bara, þú veist, þessi kostnaður þegar kemur að tækjabúnaði, hann auðvitað getur ekki gerst án framlega fólks. Þannig við erum auðvitað alltaf þakklátt fyrir það og okkar markmið er auðvitað alltaf bara að reyna að bjarga dýrunum og Ísland er auðvitað svolítið mikið í að dýr eru að týnast í myrkri. Og í öðrum löndum allavega í Bandaríkjunum þá tíðkast það ekki að leita í myrkri. Það er algjört nei hjá sjálfböðalegum í Bandaríkjunum sem leita að týndum hundum. Það er bara að leita á daginn og svo er látið vera á kvöldin. Það er ekkert eitthvað beint
hægt á Íslandi. Við verðum þetta bara... Það bara myrkur alla sólarhringina. Það myrkur alla sólarhringina vetuna. Við verðum bara að halda áfram. Við verðum að leita. Þannig að til að leita á kvöldin, þá erum við með þessa hitasjónauka. Við erum með hitamyndavélar. Það gríðarlega mikilvægt í okkar leit og það hefur alveg skipt sköpum. Eins og sýtti segja mitt fyrir 3 dögum síðan. Þetta alveg dásalegt starf og bara sem gæludýraeigandi þá veit ég það bara hvað þetta þakklátt og við gæludýrafólki erum ykkur mjög þakklátt. Sandra Ósk Jóhannsdóttir hjá Dýrfinu. Þakka kærlega fyrir að koma hingað á Rauðaborðinu og svona skýra þessa starfsemi betur fyrir okkur. Já, bara takk fyrir mig. Takk. Og hér skulum við setja punktinn í þátt kvöldsins. Ég þakka fyrir mig og ykkur sem hlýttuð öllum góðum gestum og samstarfsfólki mínu og minni á að samstöðin.is hnappur þar sem hægt að gerast áskrifandi og fyrir litlar 2.750 krónur á mánuði eða meira hægt að styðja við þetta góða starf sem að framfer hér við Rauðaborðið á hverjum degi allan ársins hring. Ég þakka fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.